og allra veðra peysan eftir Hjalta Bjarnason. Tak og allra veðra peysan, Freyjukettur Norræn menning, fyrsta útgáfa 2010 og svo ESB-númerið. Hjalti á þilfari ferju á siglingu á Eyjahafinu ásamt mömmu sinni. Hjalti við borðstokkinn. Tak er alveg takmarkalaust hugmyndaríkur. Það vita nú allir. Hann er mikill efna- og eðlisfræðingur, þótt hann sé aðeins 19 ára. Og hann er að læra stjörnufræði. Tak hefur fundið upp ótrúlegustu hluti. ATH, það þýðir athugið, leikhljóð sem voru í sjónvarpsútsendingunum. Þegar Tak er á efnarannsóknarstofunni sinni eru alltaf blásið í drykkjarör í vatnsglasi alveg uppi við hljóðnemann. Nú er það allra veðra peysan. Tak er orðin hundleiður á að þvo fötin sín. Geimi skilur nú ekki alveg þetta hundleiður á að þvo fötin sín, því hundar þurfa aldrei að þvo fötin sín og Geima leiðist heldur aldrei. Stundum verða menn hundóánægðir og hund þetta og hund hitt, kannski 100, ekki hundur. Geimtíkin er alveg sammála Geima. Hundfúlir og tíkarlegir, segja sumir. Eitthvert áherslu eitthvað. Kannski alls ekki hund neitt, bara einhver 100 misskilningur. Því það er svo gaman að vera geimhundar. Þau ákvaða að fá sér smá hundasundsbrett í ánni. Hrista sig svo duglega þegar upp úr kemur. Þá orðin hrein og fín. Sneddi, sniðuga geimveran, heyrir á tal þeirra. Nemur hugsanir þeirra með hugsanalestrartækinu sem Tak er að þróa. Það væri nú Sneddi að vera loðin og þurfa aldrei að fara í föt, segir hún við sjálfa sig. Tak sá líka einu sinni, þegar hann var í heimsókn hjá jarðarkrökkunum, að sumir jarðarkrakkar þurfa að eiga bæði sumarföt og vetrarföt. Sumstaðar er nefnilega kalt á veturna en sæmilega hlýtt á sumrin. Jarðarkrakkarnir sögðu að þetta væri bara gaman. Tak er búinn að fá hugmynd. Framleiða peysu sem aldrei þarf að þvo og þolir öll veður, hæfir hvers konar veðráttu. Og auðvitað kom eitthvað snjallt út úr þessu. Sjáðu, segir Tak, maður sprautar þessum vökva á sig og hann myndar himnu sem einangrar gegn hita og kulda. Svo þegar maður fer í sturtu, þvæst hann af. Og daginn eftir setur maður nýtt lag. Þetta er hreinasta snilld hjá mér. En hvað ef maður lendir í regni? Spyr Sneddi. Já, þú segir nokkuð. Ég hafði nú ekki hugsað út í það mál. Það má þá hafa með sér regnhlíf, ha? Verst ef það er mikið rok og rigning. Nei, líklega er þetta aðeins nothæft þar sem ekki er allra veðra von. Ég verð að leggja höfuð í bleyta á ný. Flíkin þarf að vera úr léttu þunnu efni, vass og vindheldu efni sem aldrei þarf að þvo. Ég er einmitt hér með efni sem hefur alla þessa kosti. Besta flíkin sé skósíð til þess að verja fæturna. Gott væri að hafa kælikerfi í þessu
og hitunarkerfi þegar með þarf. Best að koma slíku fyrir innan á efninu og smávegis einangrunarlagi milli efnis og kerfis. Það var verst að flíkin þyngdist við þessa viðbót. Annars er þetta létt og gott og sterkt efni. Þetta ætlar að heppnast vel. Efnið þolir vel sólina, hitakerfið virkar, kælikerfið virkar, lofar góðu. Gallarnir eru: tak fer að klæja í bakið og getur engan veginn klórað sér. Efnið andar ekki nógu vel, svo tak þarf að útbúa öndun og helst svitalyktareyði. Tak setur sérstakt nudtæki inn í flíkina. Hægt er að stjórna því með höndunum sínum án þess að fara úr. Rakadrægt efni, öndunarefni og svitalyktareyði er mjög einfalt að setja í að innan. Þetta ætlar að verða hreinasta snilld. Hreinasta, auðvitað, því efnið hrindir frá sér öllum óhreinindum og virðist þola öll geimsins veður. Tak fer nú í næstu reynslugöngu. Til að byrja með lofar þetta góðu, allt virkar eins og það á að gera. Þetta ætlar Tak sko að framleiða og selja öllum sem vilja, öllum sem þykir leiðilegt að þvo föt. Einn galli kom í ljós. Allra veðra peysan er mjög þung núna. Þótt efnið sjálft sé lauflétt, því svo margir aukahlutir eru. Tak ákveður að fara heim og láta helíum í. Og það gerir hann. Setur þunnt lag af helíum í þinnu hólkum inn í fóðrið á þessari stórkostlegu allra veðra flík. Auðvitað verður að viðurkennast að allra veðra peysan er orðin dýrari í framleiðslu en reiknað hafði verið með í upphafi. En svona er þetta bara með nýjar uppfinningar stundum. Kostnaðar áætlanir standast ekki alltaf. Tak fer nú enn að prófa flíkina. Sneddi og Geimi fylgjast með. Sneddi spyr nú Tak: er ekki vissara að taka akkeri með? Vúff! Meiddirðu þig nokkuð? 30 taksögur, barn semur handa börnum.